Snjólaug Jóhannsdóttir, áhrif skynmyndaþjálfunar á frammistöðu í badminton og hugræna færni. Þetta er BSc verkefni frá 2011. Byrjum á blaðsíðu 15. Einbeiting og athygli. Það er ekki óalgengt að heyra þjálfara segja við íþróttamenn að vera einbeittan eða halda athygli. Spurningin er hvort að íþróttamaðurinn viti hvernig hann eigi að einbeita sér. Það krefst æfingar að halda einbeitingu og athygli í íþróttum. Mikilvægt er að hafa góða einbeitingu þar sem íþróttamenn og íþróttasálfræðingar eru sammála að einbeiting er ómissandi ef ná skal góðum árangri í íþróttum. Michael Johnson, þrefaldur ólympíumeistari í 400 metra hlaupi, sagði eftirfarandi einbeitingu: Ég hef lært að útiloka hugsanir sem skipta ekki máli í keppni. Ég einfaldlega einbeiti mér. Áhorfendur fjara í burtu, hinir íþróttamennirnir hverfa og núna er það bara ég og þessi eina braut. Íþróttamenn og þjálfarar eru meðvitaðir mikilvægi einbeitingar í frammistöðu. Einbeiting og einbeitingarleysi eru oft talin vera áhrifavaldar í úrslitum á íþróttaviðburðum, samanber viðtöl við þjálfara og leikmenn eftir leiki. Carlo Ancelotti, knattspyrnustjóri Chelsea, útskýrði jafntefli sinna manna gegn Aston Villa með einbeitingarleysi. Meiri einbeiting í lokin hefði tryggt okkur sigur, þá hefðum við komist hjá því að fá þetta mark á okkur. Atli Hilmarsson, þjálfari Akureyrar í handbolta, sagði eftir sigurleik liðsins gegn FH í nóvember 2010: Við vorum einbeittir frá upphafi til enda. Innan íþróttasálfræðinnar hefur athygli gjarnan verið nefnt sem einbeiting, skipt athygli og valin athygli. Sá sem er með einbeitingu nær að beina allri athyglinni á tiltekið viðfangsefni. Sem dæmi má nefna einbeitingu knattspyrnumanna þegar þeir ætla að meðtaka leiðbeiningar þjálfara fyrir mikilvæga leiki. Skipt athygli er hæfileiki til að geta skipt hratt athygli. Íþróttamaður getur meðtekið mikið af upplýsingum á sama tíma en beint athyglinni að þeim þáttum sem skipta máli. Knattspyrnumaður þarf að geta verið með athyglina á boltanum, samherjum og mótherjum á sama tíma. Með valinni athygli er átt við að veita þáttum sem skipta máli athygli og leiða aðra hjá sér. Handboltamaður sem er að taka víti þarf að vera með alla athygli á skotinu sjálfu og láta áreiti frá áhorfendum fram hjá sér fara. Mikilvægt er að geta skipt á milli þessara þriggja tegunda af athygli eftir því sem við á. Innri og ytri áreiti geta truflað einbeitingu íþróttamanna. Innri áreiti koma innan frá, svo sem hugsanir og áhyggjur. Rannsókn sem Jackson gerði á afreks íþróttafólki leiddi í ljós að áhyggjur og hugsanir sem skipta ekki máli var ein af ástæðunum þess að þau mistu einbeitinguna. Dæmi innri áreiti eru hugsanir liðna atburði, kvíðaveikjandi hugsanir framtíðina, þreyta og áhugaleysi. Ytri áreiti má skilgreina sem truflanir frá umhverfinu sem hafa áhrif á athygli íþróttamanns. Sjónræn áreiti flokkast undir ytri áreiti. Mikið er af sjónrænum áreitum í umhverfinu, til dæmis áhorfendur, myndavélarblossar, endursýningar á risaskjám og upptökuvélar. Andstæðingurinn og hljóðræn áreiti, til dæmis öskur í áhorfendum, eru einnig hluti af ytri áreitum. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum milli einbeitingar og frammistöðu. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar sýna þó fram á jákvæð tengsl milli einbeitingar og frammistöðu. Gold, Eklund og Jackson tóku viðtöl við 20 glímumenn sem tóku þátt í Ólympíuleikunum 1988. Það sem greindi bestu frammistöðuna frá þeirri verstu var meðal annars betri einbeiting. Í rannsókn McFarlane og Orlick á afrekskylfingum var einbeiting einn af þáttunum sem greindi þá frá áhugamönnum íþróttunni. Þegar íþróttamaður skilur hversu mikil áhrif einbeiting hefur á íþróttagreinina sem hann stundar, getur hann byrjað að þróa hæfni sína í að hámarka einbeitingu sína. Íþróttasálfræðingar búa yfir mörgum aðferðum sem byggja á því að bæta einbeitingu, svo sem að vera í núinu, leiklík þjálfun og fleira.
Hér verður hvert og eitt atriði útskýrt nánar. Það er mikilvægt að halda einbeitingu í núinu. Einbeitingin getur raskast ef hugsað er fortíðina eða framtíð og meðvitundin á því sem að gerast verður minni. Leiklík þjálfun. Keppnisaðstæður íþróttamanns eru í langflestum tilfellum afar ólíkar æfingaraðstöðunni. Í keppni eru áreiti sem ekki eru á æfingu, svo sem hávaði frá áhorfendum og viðvera dómara. Þetta eru áreiti sem geta valdið truflunum á einbeitingu. Íþróttamaðurinn getur undirbúið hvernig hann ætlar að takast á við þessar truflanir með því að æfa við svipaðar aðstæður. Það er til dæmis hægt með því að fá áhorfendur til að fylgjast með æfingu og dómara til að dæma á æfingu. Sjálfstal. Líkt og fjallað var í kaflanum sjálfstraust hefur sjálfstal jákvæð áhrif á frammistöðu íþróttamanna. Sjálfstal getur verið jákvætt, leiðbeinandi eða neikvætt. Lykilorð eru eitt form leiðbeinandi sjálfstals. Dæmi lykilorð er þegar tennisspilari segir við sjálfa sig niður með þyngdarpunktinn. Leiðbeinandi sjálfstal aðstoðar íþróttamannin við að einbeita sér að því sem skiptir máli. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að sjálfstal dró úr neikvæðum truflandi hugsunum sem höfðu áhrif á einbeitingu. Frammistöðumarkmið. Með því að setja sér sértæk frammistöðumarkmið getur færni íþróttamanns í að einbeita sér aukist til muna. Badmintonspilari getur aukið einbeitingu sína á vellinum með því að beina athyglinni að því að fyrstu sendingarnar í leiknum séu 100% nákvæmar. Venjur. Margir íþróttamenn eru með ákveðna venjur. 3 tegundir af venjum eru algengar innan íþrótta. Fyrsta tegundin er venjur fyrir keppni. Til dæmis íþróttamaður sem keppir alltaf í sömu sokkunum. Í öðru lagi eru venjur sem gerðar í tengslum við keppni, til dæmis að dribla boltanum alltaf 3 sinnum áður en víti er tekið í körfubolta. Síðasta tegundir af venjum eru venjur eftir mistök. Dæmi venjur eftir mistök eru badmintonmaður sem tekur 1 aukahögg eftir hver mistök sem hann gerir. Marlowe, Bull, Heath og Sambrook rannsökuðu áhrif venja í tengslum við keppni og vítanýtingu sundknattleiksmanna. Þátttakendur voru 3 á aldrinum 22 til 30 ára. Niðurstöðurnar sýndu fram á jákvæð áhrif venja í tengslum við keppni. Þáttakandi 1 bætti vítahitni sína 21%, þáttakandi 2 28% og þáttakandi 3 25%. Kvíði. Flestir hafa fundið fyrir kvíða, þó í mismiklu mæli. Kvíði er skilgreindur sem neikvætt tilfinningalegt ástand oft í tengsli við streitu sem veldur áhyggjum, óöryggi eða líkamlegum einkennum, svo sem örum hjartslætti eða sviti í lófum. Spenna getur verið jákvætt ástand og því má ekki leggja að jöfnu spennu og kvíða. Kvíða má skipta í stöðu og lindiskvíða. Stöðukvíði vísa til síbreytilegs tilfinningalegs ástands. Keppniskvíði í íþróttum er dæmi stöðukvíða. Lindiskvíði er aftur á móti hluti af persónuleika einstaklings og er stöðugt yfir tíma. Einstaklingur með háan lindiskvíða skynjar aðstæður sem ógnandi. Kvíði hefur 3 birtingarmyndir: huglæga, líkamlega og atferlislega. Einstaklingur með huglægan kvíða hefur áhyggjur eða neikvæðar væntingar komandi aðstæður. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvað það er sem íþróttamenn hafa áhyggjur af. Samkvæmt rannsóknum Dunn og Sirux voru það 4 þættir sem leiddu til huglægs kvíða hjá íshokkíleikmönnum. Þessir þættir voru hræðslan við að mistakast, óttinn við að verða sér til skammar, áhyggjur af því að meiðast og óskilgreindur kvíði. Annar þáttur kvíða er líkamlegur kvíði sem einkennist meðal annars af örum hjartslætti, hröðum og grunnum andardrætti, þvölum lófum og óþægindum í maga. Einkenni kvíða sem birtast á atferlislegan hátt eru breytingar í samskiptum, oftast þar sem einstaklingurinn talar hratt, fer í uppnám og sýnir eirðarleysi. Einnig er þekkt að þeir sem finna fyrir kvíða reyna að forðast þær aðstæður sem vekja upp kvíðan. Þó svo að kvíði sé eðlilegt ástand við vissar aðstæður, þá getur of mikill kvíði haft truflandi áhrif á undirbúning íþróttamanns. Afleiðingar af of mikils kvíða eru óþarflega mikil spenna myndast í vöðvum, einbeitingarskortur gerir vart við sig, sjálfstraust minnkar
og íþróttamaður nýtur þess ekki að keppa. Of lítill eða engin kvíði er einnig ástand sem getur haft truflandi áhrif á frammistöðu. Ástandið hefur þar afleiðingar í för með sér að íþróttamaðurinn verður áhugalaus og leggur ekki mikið á sig. Það getur gerst þegar andstæðingurinn er ekki nægilega krefjandi og úrslit eru fyrirsjáanleg. Frá því snemma á 20. öldinni hefur verið gerðar margar rannsóknir á tengslum milli kvíða, spennustigs einstaklings og frammistöðu hans. Þessar rannsóknir byggja eftirfarandi kenningum: hvatakenningunni, U-kenningunni, samvirkni módelkvíða og frammistöðu og meðvituð úrvinnslukenningin. Samkvæmt hvatakenningunni leiðir aukinn kvíði og spenna til betri frammistöðu. Oxendine studdi kenninguna og taldi að hátt spennustig leiddi af sér bætta frammistöðu í kraft og eða hraðagreinum, til dæmis í spretthlaupi og kraftlyftingum. Þessi kenning stenst hins vegar ekki. Ef það er spennustigur of hátt hjá spretthlaupara í viðbragðinu er líklegt að hann leggi af stað of snemma og geri ógilt. Samkvæmt öfugu U-kenningunni hefur bæði of lítill og of mikill kvíði neikvæð áhrif á frammistöðu íþróttamanns. Árangursríkast er að vera mitt á milli til að ná í kjör frammistöðu. Kenningin hefur verið gagnrýnd því að hún er talin of einföld til að útskýra hið flókna samspil kvíða og frammistöðu. U-kenningin gerir ekki ráð fyrir einstaklingsmun og því var kjörspennukenningin sett fram. Hún gengur út á að hver og einn hefur sína kjörspennu fyrir keppni. Samvirkni módel kvíða og frammistöðu fjallar að kvíði og spennustig tengist frammistöðu eins og öfuga U-kenningin segir til en aðeins ef íþróttamaðurinn er með lágan hugrænan stöðukvíða. Þegar hugræni kvíðin er hár, lækkar spennustigið jafnt og þétt á sama tíma og frammistaðan eykst, en á ákveðnum tímapunkti þá hrynur frammistaðan. Samkvæmt meðvituðu úrvalskenningunni verður hreyfing meðvitaðri eftir því sem kvíðin er meiri. Íþróttamaður byrjar að hugsa hvernig á að framkvæma hreyfinguna í stað þess að gera hana ómeðvitað eins og hann er vanur. Rannsóknir á kvíða hafa sýnt að kvíði hefur mikil áhrif á frammistöðu íþróttamanna. Í allsherjargreiningu Woodman og Hardy komu ljós að neikvæð tengsl er á milli kvíða og frammistöðu. Það er kvíði hefur neikvæð áhrif á frammistöðu. Einnig komu ljós að hugrænt kvíði er meira hjá afreksíþróttamönnum samanborið við lakari íþróttamenn. Ástæðan fyrir því að meira álag er á afreksíþróttamönnum því úrslitin skipta miklu máli. Rannsóknir sýna jafnframt að stöðukvíði er meiri hjá áhugamönnum í einstaklingsíþróttum samanborið við hópíþróttir. Einnig finna einstaklingar fyrir minni stöðukvíða í íþróttum þar sem snerting er lítil, miðað við þá sem taka þátt í íþróttum þar sem snerting er mikil. Kynferði virðist skipta máli þar sem karlmenn finna almennt fyrir minni stöðukvíða í keppni samanborið við konur. Til eru mismunandi aðferðir sem íþróttamenn nota til að stjórna kvíða. Ein algengasta leiðin er sjálfstal, en fjallað hefur verið sjálfstal í köflunum sjálfstörst og einbeiting. Önnur mikið notuð aðferð er slökun. Eitt helsta einkenni kvíða er aukin vöðvaspenna, en með vöðvaslökun er hægt að minnka þá spennu. Þegar vöðvaslökun er notuð getur íþróttamaður annaðhvort legið eða setið og spennt hvern og einn vöðvahóp fyrir sig. Halda skal spennunni í 5-7 sekúndur áður en slakað er á í 20-30 sekúndur. Til að ná góðri slökun skulu augun vera lokuð og öll einbeiting sett í þann vöðvahóp sem er í slökun. Hugræn slökun er notuð til að ná stjórn á hugrænum kvíða. Í hugrænni slökun skal íþróttamaðurinn finna sér rólegan stað og reyna að leiða hugann frá því sem veldur kvíða að öðru sem veldur vellíðunartilfinningu. Samkvæmt Graham er þörf á nákvæmari mælitækjum til að mæla kvíða íþróttamanna fyrir keppni. Sjálfsmatskvarðar eru ekki nægilega góðir. Nauðsynlegt er að þróa mælitæki sem metur kvíða meðan keppni stendur yfir, þannig að fá megi betri svör við því hvernig kvíði hefur áhrif á frammistöðu. Hugræni þættir skipta því miklu máli þegar kemur að árangur í íþróttum samkvæmt fyrrgreindum rannsóknum. Skynmyndaþjálfun hefur áhrif á frammistöðu íþróttamanna en einnig á einbeitingu, sjálfstraust og kvíða. Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvort skipulögð